Ég þarf fyrst að setja fundin og leggja fram nýjan fulltrúa þannig að hún sé löglega á fundinu. Þannig að þetta tekur svona 3 mínútur og svo gef ég hérna kynnið þið. Já. Velkomin þig. Yes. Það er bara velkomin og hérna á þennan októberfund ráðsins. Hérna, ég þarf að byrjum á því að leggja fram tillögu. Þetta er kannski með skipunarbrifið. Já, við byrjum að leggja fram hérna Kjartan. Svo tökum við. Já, fyrst er hérna Kjartan Magnús taki sæti í stað Helga Áss sem fór í burtu. Svo erum við með... Ég sitja ekkert rosa lengi upp með mig. Hann er bara klárinn að refskap og svo kemur hann aftur. Já, einmitt. Síðan erum við með tillögu nýja fulltrúa frá foreldrasamfélaginu. Ertu með það? Vonandi. Já. Og vantilega varamann líka. Nei, ekki. Nei, ég er ekki búið að tilnefna hann, þá gerum við það bara að finna við varamann. Það er Ásta Birna Björnsdóttir í staðina Ágústu Írunn. Við segjum bara velkomin Ásta. Já, gott að hafa þig. Já, það var það komið. Þá erum við með kynningu á rannsókna áhrifum skjánotkunar ungra barna af hugrenningarþroska. Og það var fyrirliðinn Ásta sem óskaði eftir því að setja þennan dagskrárlið á dagskrá. Leitt að hún sitji ekki fundin, en hérna Karitas, þú ætlar að leiða okkur í alla sannleikar þetta. Já, einmitt. Þannig að ég ætla bara að gefa þér orðið og við tökum svo bara spurningar á eftir. Vil ég að ég standi? Þú má bara gera það eins og þér líður. Náttúrulega er í mynd, þannig að kannski betra að ég sé hér. Já, þú bara gera það sem þér líður best með. Ok. Já, gjör svo vel það. Yes, nice. Já, ég sem sagt heiti Karitas Ólafsdóttir og er sálfræðingurinn á Suðurmiðstöð. Var að hefja störf og hérna ætla að kynna fyrir ykkur rannsóknina mína á skjánotkun barna og áhrifum þess á hugrænan þroska. Þetta er sem sagt meistarritgerð sem að ég og samnemandi minn Snæfríður Birta Hreiðarsdóttir unnum að núna síðasta vor og í rauninni fjallar það áhrif skjánotkunar og útsetningu barna fyrir skjá áhrif á hugrænan þroska. Þetta var sem sagt mastersritgerð við Syddansk Universitet í Danmörku í Óðinsvík þar sem við fengum í rauninni aðgang að stóru gagnasafni barna í Óðinsvík í kringum 1000 börn sem var þá fyllt eftir með spurningalistum og athugunum og prófum frá fæðingu og fram út barnæskuna. Og við vorum með gögn frá í rauninni unga aldri og upp í 7 ára. Þannig að það var svona okkar fókus, þessi aldur. En ég bara vill segja fyrirfram að þetta er fylgnirannsókn og eins og það hefur kannski heyrt þá er fylgni, segir ekki til orsakasamband. Hún hafi þann varnarlega í huga þegar ég fer í gegnum rannsóknina. En já, mætti endilega skipta glæru í rauninni bara, næstu líka. Það var svona kynningaglæra. En já, rannsóknin kannaði sem sagt áhrif 2 konar skjánotkunar á hugrænan þroska og það var annars vegar þá skjátími barna, hversu löngum tíma þau eyddu í skjá og hins vegar svona óbeinna skjánotkunar sem að eða útsetningu fyrir skjá sem fól í sig þá hversu mikinn hluta af tímanum sjónvarpið væri í gangi á heimilinu. Við köllum svona bakgrunnssjónvarp. Og þetta var metið með spurningalistum til foreldra sem spannaði yfir tímabilin þá þau voru 1,5 til 3 ára, aftur þau voru 3 til 5 ára og svo aftur 5 til 7 ára. Og við notum síðan marghliða aðfallsgreiningu til þess að kanna áhrif þessara 2 gerða skjánotkunar á 3 þætti sem áhrif á athygli og ADHD-einkenni sem við mældum með CBCF spurningalistum til foreldra og það var lagt fyrir við 2,5 árs og aftur við 5,5 árs og síðan áhrif á vitsmunaþroska sem var mældur við 7 ára aldur með styttri útgáfu á VISC kringum prófinu og að lokum málþroska sem var metin þá með málulegum hluta VISC sem við tókum samt inn í myndina að við talum ekki um fullnægjandi mat á málþroska og værum til að bæta í framtíðarrannsóknum. Og svo stjórnum við líka fyrir þáttum eins og kyni, barnsins, fæðingarþyngd, hreyfingu barnanna og síðan foreldrastig, foreldrastíl, menntunarstigi, geðrænum vanda og hjúskaparstöðu foreldra í þessari rannsókn. Já, ef það flettir á milli næstu.
það voru svona helstu niðurstöður voru að í rauninni skjátími barna sýndi marktæk tengsl við athygli á ákveðnum aldursbilum en ekki öðrum. Þannig að í rauninni það hærri skjátími sýndi tengsl við meiri athyglisvanda og ADHD-einkenni. En það kom ekki fram á öllum aldursbilum. Þannig að það eru svona misvísandi niðurstöður og aðeins óljósar og svona í takti við almennar rannsóknarniðurstöður út í heimi. Það er svona aðeins misvísandi. Síðan var það bakgrunnssjónvarp sem sýndi marktæk tengsl við vitsmunaþroska og málþroska. Þannig að í rauninni því meiri tíma sem sjónvarpið var í gangi í bakgrunni barnsins, því í rauninni lægri vitsmunaþroski og verri málþroski. Og þetta kom fram á öllum aldursbilum og voru svona ágætlega sterk tengslar á milli, en enn og aftur fylgni en ekki orsakasamband. Síðan sýndi skjátími ekki marktæk tengsl við athygli á öllum aldursbilum eins og ég nefndi og heldur ekki við vitsmuna og málþroska á neinum aldursbilum. Og síðan sýndi bakgrunnssjónvarp heldur ekki marktæk tengsl við athygli. En það voru svona helstu niðurstöðurnar voru þá sterkustu voru þetta bakgrunnssjónvarp sem var að hafa áhrif á eða sýndi tengsl við vitsmuna og málþroska. Svona kenningarnar bak við þetta eru þær að bakgrunnssjónvarp sé að trufla mikilvæg samskipti foreldra við börnin sín og geti þá í rauninni komið í staðinn fyrir mikilvægar þroskandi athafnir fyrir börnin. Og einnig tala bakgrunnssjónvarp geti líka truflað leik barna meðan þau eru að leika sér og það er líka mjög svona þroskandi fyrir börn að sinna leik. Og við svona teljum mikilvægt að benda á áhrif bakgrunnssjónvarps af því að þetta er í rauninni eitthvað sem foreldrar pæla oft lítið í. Bara sumir hafa bara sjónvarpið í gangi allan daginn og er ekkert að velta fyrir sér mögulegum áhrifum. Og rannsóknir svona, taka þetta oft ekkert inn í myndina, þetta er ekki skjátíma viðmiðun eða slíkt. En þetta eru svona rannsóknir á þessu sviði, þá í öllum vandi athygli og málþroska eru vísvísandi og ekki komin skýr niðurstaða í málinu. Til að mynda mikill skortur á rannsóknum á skjánotkun og vitsmunaþroska. En aðeins fleiri rannsóknir sem sendir til skaðlegra áhrif á málþroska barna. Og mættir endilega skipta. Síðan svona mæli ég alltaf með að kynna sér skjátíma viðmið og tilmæli og flest þessara tilmæla til dæmis frá Heilsuveru og hjá World Health Organization mæla gegn skjánotkun barna undir 1 til 2 og að sjálfsögðu takmarka skjánotkun eldri barna. Og líka mikið mælt með því að skjá sé nýttur í samvist við foreldra. Að svona ung börn eru oft ekki með þroska til að meðtaka allt sem fram fer á skjánum og svona skilja. Og líka mjög mikilvægt að fylgjast með hvað börnin er að horfa á og hafa takmarkanir á því efni sem er aðgengilegt. Nú er eins og YouTube og slíkt oft mjög mikið svona að grúa efni sem er ekkert endilega við hæfi ungra barna. Og svo reyna eftir mestamagni að hafa efni á íslensku til þess að styðja við málþroska. Alveg á næstu. Síðan er þetta svona það sem við kannski lærðum og svona hvað literatúrin var að segja okkur skjánotkun barna. Það sem svona vakti okkar athygli er svona bara hvað skjánotkun barna hefur aukist á síðustu árum og í rauninni breytt form. Áður var þetta svo mikið sjónvarp og flestar rannsóknir sem byggja á áhrif sjónvarpsnotkun barna hefur, en nú er þetta komið meira í snjallsíma og iPad og svona önnur samskiptaform og annað eðli þess sem fer fram á skjánum. Og það er svona skortur á rannsóknum á þessum nýjari gerðum af skjá. En ekki er þó öll skjánotkun eins. Til dæmis mæla skjá tíma meðmæli ekki gegn eins og myndsýntölum við fjölskyldumeðlimi. Þau eru almennt talin svona minna skaðleg og geta bara verið jákvæðar fyrir félagsþroska barna. Og almennt eins og ég nefndi að mælt með skjátíma í samveru við foreldra. Það sem að börn hafi ekki alltaf þroska til að skilja það sem fer fram. En rannsóknir benda til þess að börn séu rosalega mikið að nota skjáinn ein og séu takmarka eftirlit með notkun. Síðan er svona stærsta kenningin eða svona ein stór kenning á þessu sviði er eins og ég nefndi að áhrif skjásins komið til að því að skjárinn er að koma í staðinn fyrir eitthvað sem er þroskandi fyrir börnin að þau
að fara á mis við samskipti við foreldra og mis við svona þroskandi athafnir. Þetta er svona það sem helst talið vera á bakvið. Síðan líka mikil svona umræða áhrif svona fast-paced efnis á athygli barna. Það er svona efni sem svona með hraðar breytingar þar sem að skjárinn svona fangar athygli barna mjög hratt og sjálfkrafa og þá í rauninni ekki fanga athygli jafnvel og hægara efni. En þessi svona hraði, kenningar segja þessi hraði og þessi umbun sem börn fá á skjánum fá þau kannski ekki annars staðar í daglegu lífi og það er svona velt upp í hvað áhrif þetta hefur á athygli þeirra. Þá varðandi lestur og slíkt. Því að það er ekki verðlaunandi aðstæður þó í skóla og í lestri. En og þar má nefna eins og TikTok og önnur forrit sem að innihalda stutt myndbönd sem að við getum skrolla hratt í gegnum og veita svona stöðuga og hraða umbun. En þessar kenningar eru á svona kenningabili og rannsóknir eru ekki komin inn að skýra afstöðu í málinu. Þannig að erfitt að segja hvað áhrif þetta hefur í raun og veru en þetta var svona svolítið okkar fókus varðandi athyglina. Og svo í rauninni svona yfirleitt talað mikilvæg þessar fyrstu 2 ára í lífi barnsins eins og ég nefndi með að skjátíma viðmið mæla með að takmarka eða jafnvel bara hafa enga notkun skjáls fyrir þau börn að þetta er svona talið vera næmis tímabili í heila þroska og það hafa svona nokkrar rannsóknir bent til að í rauninni mikil skjánotkun barna geti haft skaðleg áhrif eða geti svona haft áhrif á heilavirkni. Þetta er samt ennþá svona frumst í rannsóknum og erfitt að segja í rauninni til svona raunveruleg áhrif. En eins og ég segi bara að takmarka skjánotkun eins og hægt er og hafa eftirlit í svona það sem er almennt. En ég er svona að tala kannski svolítið það. En ég er svona búin að fara yfir svona það helsta en bara endilega við með spurningar rannsóknina eða eitthvað annað. Ég bara þakka þér fyrir einu svona, er þið með einhverjum spurningar eða? Nei, alveg bara virkilega athyglisvert að heyra svona bakgrunnsskjáin pælingar. Já. Þetta er eitthvað sem maður kannski hefur ekki hort náðu mikið til. Auðvitað hefur, inntak efnisins sem í bakgrunn hefur sannarlega áhrif líka. Já. Sem kannski þáttur sem erfitt að taka til rannsóknar. Einmitt. Já, sannarlega, magnað sko. Það er einmitt talað svona að inntakið skiptir máli hvort það sé fullorðinsmiðað eða barnamiðað. Já. Og slíkt hvort að börnin geti hafi skilning og geti til að taka á móti þessum upplýsingum eða hvort sé í rauninni bara truflandi. Kjartan? Já, ég vil bara þakka kærlega fyrir mjög góða kynningu, bara góð glærukynning og mjög vel sett fram og flutt að þér, Karítas. Og ég held að þarna ertu að fjalla afskaplega stórt mál. Já. Sennilega eitt stærsta vandamáli sem steðjar að vestrænum þjóðfélögum í dag, fyrir utan fíkniefnavandann. Já. En svo hef ég heyrt svona kenningar það að þetta sé skjáfíkn og svo sterkari efni að þetta sé eitthvað sem og maður kannski takkar fyrir með að krakkan horfa á sjónvarpið en er ekki dópinu Já. En svo hef ég heyrt að komna fram kenningar einmitt í samfræðinum að þetta geti tengst að krakki sem venji sig á skjáfíkn á unga aldri, hann sé líklegri til að leiðast út í annars konar fíkn þegar hann er eldri. Já. Og þannig að bara spyrja alls betur út í það og svo bara var ég rosa gaman að fá kynninguna inn á kerfið því að já, þannig bara það er gaman að kíkja hérna betur bara takk fyrir frábæra framsækningu. Já, takk fyrir. Já. Það er einmitt, ég hef ekki kynnt mér þetta nógu vel, nú höfum við svona einblínt á yngri hópinn Við höfum svona ekki mikið kynnt okkur áhrif seinna meir, ekki í tengslu við þessa rannsókn. En það er mjög áhugavert að velta fyrir sér hvort að í rauninni skjáfíkn geti umbreyst yfir í aðra gerða fíkn. Það er svona eitthvað sem maður þarf að kynna sér betur En það er mjög góð spurning Er einhverja kenningar að koma fram það ekki? Já, einmitt. Sem að bara, mega sens En ég hefði viljað deila með ykkur skýrslunni í heild en við erum að reyna að gefa hana út. Þannig að þetta er svona, hún er í ritvinnslu. Frábært, það verður spennandi að sjá. Jólagjöf til foreldra í ár. Já, akkurat. Takk.
Já, ég ætla bara að taka undir með félaga Kjartani þetta held ég sé bara stærsta viðfangsefni samfélaga, foreldra og tilvonandi foreldra líka sem við erum að fást við og áhugavert að það er náttúrulega, þú veist, þú alltaf fyrir að opna svona Pandoru-box. Já, hún kallar eiginlega á fleiri rannsóknir og samvinnu og svona, já, einhvern veginn fleiri vittir eins og til dæmis með bara eldri krakka. Hvernig þú veist, hefur skjátími áhrif á vitsmunaþroska, athyglisspönn eldri barna í grunnskóla, þú veist, eftir aldri. Þú veist, væri hægt að skoða það. Þú veist, bara, ég myndi vilja fá að vita það. Og einmitt eins og við komum inn á með annan geðrænan vanda, sko. Er þetta eitthvað sem við erum að opna á? Já. Með því að hleypa þeim inn í þennan heim. Þannig að þetta er mjög stóra spurning og ég veit að þú ert ekki um svörin við þeim. Já. En þú veist, þetta situr allavega eftir hjá mér, sko. Það hafa alltaf verið rannsóknir sem hafa sýnt fram á aukna vanlíðan og vanda út frá mikilli skjánotkun þá í rauninni. Og okkur langaði ótrúlega til að taka það lengra og í rauninni kanna aftur seinna hvort að tengslar eru enn til staðar. En í rauninni er bara rannsóknin komin það stutt að þú veist, kóhort gagnatáknum okkar er ekki komið svo langt. Börnin eru ennþá dánunga, það er ekki komið yfir næsta steig. Þetta ekki allt með hraðar. Nei, það er svona erfitt, sko. En það er klárlega svona áhugavert að vera að fylgja þessu áfram og... Það myndir þá vilja búa til samskonar gagnarsafn. Það væri mjög áhugavert, sko. Og til dæmis samkera gögnin þá við gagnarsafnið í Danmörku. Þetta væri stórt verkefni, sko. Bara komið doktorsverkefni fyrir fram að Já, einmitt. Það væri mjög áhugavert að sjá í rauninni hvernig þetta er á Íslandi samanborið við Danmörku, sko. Nú er þetta náttúrulega lík samfélög en samt kannski ekki eins og öllu leyti. Það er margt áhrif. Já. Það er fleiri með spurningu. Nei, þetta er bara ótrúlega áhugavert efni sem er mikilvægt að skoða og sem að lita bara ótrúlega stóran sess í samfélagi bara allra, það eru börn eða fullorðnir, þannig var það feknar margar spurningum sem er virkilega áhugavert efni. Já. Ég samla mann fyrst er ég að vita meira. Það er svona, það er alveg þannig. Ég ætla að spyrja hvað maður getur lesið sem er til, en mér kannski er það klukka einhvern með skýrslan er alveg. Já, við erum að vinna í að gefa hana í Danmörku, sko. Hún er á ensku samt. Þannig að þetta bara verið bandið við báum svöru því hvort að geta sendt hana áfram. Það er ásælegt, ég er alltaf að vera í nákvæmlega þessum málum, þannig að þetta bara búið að vera mjög fróðlegt. Já. Já. Spennandi. En bara takk fyrir komuna, Karitas. Og bara gangi vel og ekki hætta að rannsaka. Nei, Þú bara halda áfram. Takk fyrir það og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir. Bless. Á ég að lúka? Þetta er alltaf í liði. Heyrðu, já, þá vindum okkur í næsta dagskrárlið. Ég var svona að taka næstu 2 dagskrárliði bara saman. Þetta voru 2 tillögur. Það eru ályktunartillögur frá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Annars erum við samning við íþróttafélagi Leikni vegna íþróttafulltrúa og síðan erum við með vegna lagningu gervigras vallar við Skógasel. Og ég var svolítið erfitt með að við áttum þetta samtal hér á síðustu fundi og ráðsmenn hafa einhvern veginn ekki þessar forsendur sem að búa bak við þessu. Þannig að og ég gæti ekki fengið stuðninginn á fundin til þess að fara í gegnum það. Þannig að ég ætla að leggja til að þessar ályktunartillögur verði vísað til umsagna inn í Meet. Þannig að við fáum umsagnir og þær forsendur sem við þurfum að hafa til að taka eftir ákvörðun. Hvað segir þið á því? Já, hvað svo vel gert það? Já, ég skal í sjálfu sér ekki leggjast gegn því, sko. Þetta var vissulega pínu óþægilegt á síðasta fundi, sko. Hvernig lögðu að því við svona auðvitað ef að reyna að sigla fundartaktíkinni, sko, sigla því eftir saman. En
En hins vegar viðurkenndi og ég vil þakka Heimi alveg sérstaklega fyrir hvað hann hefur lagt sig fram að bera klæði á vopnin og ná niðurstöðu svona sem ég held að allir geti sætt sig við og bara svo þessi sagt sko þá ég áliti rauninni sko að það væri ályktunartillögur að ræða því að ég veit að hverfisráðið sem slíkt hefur ekki budget sko frekar en hverfisráð ef við hefðum milljarð í budget þá gætum við þá staðið tillögurna og látið Heimi borga skrifa áhersum sko en það hefur náttúrulega aldrei verið þannig og verður ekki þannig að ég álít það við eðlisinu var þetta ályktunartillögur en ég hefði að sjálfsögðu átt að standa í hausnum að þetta væri ályktunartillögur og ég hef bara lært að því og ég þarf að passa mig á því framvegis í leggja tillögur svona ráðum að þetta verður þá ekki executive tillögur, þetta er ályktunartillögur. En bara gott að finna þessu, bara mjög gott hvernig fannst mér Heimir stóð að þessu. Nú ég tel í sjálfu sér að ég sé ekki það flókin mál að ræða að það ætti að vera eitthvað erfitt fyrir okkur að setja okkur inn í þetta eða það sem hér eru þessi mál hafa bæði verið í gangi í eitthvað tíma sko og læknismáli þó lengur sennilega undir 20 ár en það er bara sjálfsagt að taka þegar ákvörðunin er tekin hún sé bara sem best upplýst þannig að ég geti sjálfur sér ég held að kannski þetta að fá okkur úr ítér eða mýtirinn á fundin en það bara verið að biðja umsögn frá sviðinu. Já, bara basically að reyfa þess að þá 20 ára sögur sem að þú þekkir sem og fyrir störri tímum sem borgarfulltrúi að þá það er bara þarna einhver lína sem að væri gott að draga fram í umsögninni þannig að við getum þannig að ráðið viti hana áður en hún samþykkir álit þess efni sko og það eru þarna margvíslegar hluti sem liggja borð sem mikilvægt að draga fram og menn hún er ný þannig að hún hefur ekki heldur þannig að þetta er svolítið svona við erum að koma til móts þetta en Jóhannes var búin að biðja orðið. Já, sem áheyrnarfulltrúi og okkar með þess að reyfa það bara ég þekki í það og ég þekki leikni ég náttúrulega að því ég að starfa eins verkefni í svona frístundum þá veit ég alveg að þetta er til umræðu hjá IBR og hjá mér og ég vil samt bara segja að það stendur ekki á okkur hérna í miðstöðinni út af þessu verkefni að aðstofa bæði félögin eins mikið og kostur og ég vil bara það sé sett inn í þennan hóp. Það erum við alltaf búin þó það hefur ekki alltaf verið leitað til okkar. Og ég held samt að sko að því að þú ert að taka þetta máli upp núna þá held ég að vonandi verði einhver viðbót við þetta með einhverjum hætti hvernig sem hann verður, ég ætla ekki að tjá mér það. En ég fagna því ef að það er vegna þess að við vitum það í Evrópubrjóðalti vandinn meiri, hefur verið meiri heldur en annars staðar. Og við erum að sjá það að ef við tökum alla borgina, þá eru þetta einstaka skólar sem hægt að hjálpa miklu meira og við viljum gera allt sem við getum fyrir þetta skóla og Hólaskóla. Við tölum bara íslensku. Ég veist þetta bara gott að fá þetta fram og ég veit ekki hvernig þetta fór fram þess að síðast. Það var bara, þá heiti. En já, gjör svo ekki það. Já, ég er alveg sammála Jói þessu, þetta er forsaga og þetta er ekki fyrsta sinn, ég held ég hafi fyrst flutt svona tillögu þegar ég var formaður í tjærum hríð og þetta er mál númer 1 hjá leikni sko og þá var þetta gert, en það var eitthvað málamiðlun, það var fyrirstaða og það var málamiðlun held ég að þeir fengju held ég halvan fulltrúa, sem sagt eitthvað sem duði fyrir halvan fulltrúa, sem þeir telja sig eitthvað minni upphæði, vitið það menn er alltaf sammála upphæði sko, en síðan við tökum þetta reglulega inn á fundi í menningarríkt og tónlistarráði, þar flutti ég náttúrulega þessum sambærilega tillögu sko fyrst og það kemur alltaf fram saman niðurstaðan, við vorum að fá síðasta fundi nótkunnin á frístundakortinni, hún er alltaf minnst í 111 og því miður það vilja allir breyta því og það hafa alveg hluti verið gerðir til þess að reyna að breyta því en svo þegar maður tala við leiknismenn sjálf þá segja sko þannig að við erum vanhaldin í þessu og ég bara félst að röka þetta er tæplega 10.000 manna hverfi og ef maður horfir ekki bara sko iðkendurnar heldur horfir bara á bakvið íbúðuna sem á bakvið hverju hverfi þá er þetta jafn stórt og mörgunum hverfi í borginni sem hafa íþróttafulltrúa og það er allir samlað það þarf að efla leikni. Ég meina, sá sem sér
svo við séum frístundakortið á ITR-inu er bara rosalega leiðilegt að þetta að þurfa að borga svona lítið í Evrópu þetta er eitthvað sem við gleðjumst yfir að kosti eða hækkar á milli ára og það er þetta bara vegna þess að það er kannski erfiðara að ná í þessa erlendu krakka sko heldur en íslenska alls konar ástæðan það þarf að stundum þarf bara að setjast niður við eldhúsborðið með mömmum og útskýra fyrir því að íþróttafélagi í hverfinu sé ekki mafía eins og tíðkast við sumstar erlendis sem félur ekki mafíu og fólki bara hrætt við þetta sko en og þeir telja sig geta gert það miklu betur ef þau fá íþróttafulltrúa mann í starfi það að það vakir til í hverfinu og það er ástæðan að baki tillögunni og svo er þetta náttúrulega bara hinn til hans snýst náttúrulega kannski æfingamál eða íþrótta- og keppnismál í stóra samhenginu þeir telja sig það er að fjölga iðkendum í fótboltanum þeim er fjölga mjög mikið skilst mér hvað var það sagt, 800 eða eitthvað, ég man ekki, það eru hærri tölur í heiði hjá flestum öðrum félögum í Reykjavík og það er bara mikið álag á þennan greið völd sko og þeir telja þetta er búin að fá hálft hús sem þetta er mjög gott sko en telja sig að álag fjöldis að mikill álag eða mikið að það þurfa að fara undirbúa lagningu nýs vallar sem er bara eitthvað sem ég féllst á. Það er náttúrulega fullt af íringu sko, nefnast heimsnafn húsi sko. Já, við þekkjum þetta. Þannig að þetta eru ástæður og held ég góður ástæður að baki þessum tillögum. Auðvitað veit ég að það er erfitt hérna að koma ýmsum hlutum inn á fjárhagsáætlun næsta árs, en svo vitið ég hvernig þetta er að stundum bara tekst ekki að komast hlutum inn á fjárhagsáætlun næsta árs, en þá er það að vita minn af því og þá er það auðveldara að farnast af því. Oft er að vera þannig. Ég tjá mig ekki þetta sem íringur heldur sem starfsmaður Suðurmiðstöðvar í þessu verkefni og það er bara mikilvægt að halda því til haga líka vegna þess að mér er mjög umhugað að við náum árangri í að fjölga börnum og unglingum í hverfinu. Þegar það er litið á frístundakortið þá er það hálf sagan sögð. Það er að segja, við höfum sýnt fram á það að börn eru frekar að haldast þetta í hverfinu í þeim íþróttagreinum sem er boðið upp á sem dæmi að það er 76% hækkun hjá Ægi í hverfinu síðustu 3 árin. Við erum að sjá að bæði ÍR og Leiknir er að halda betur á stelpum heldur en var áður sem er mikilsvert vegna þess að við getum gert miklu meira en stelpum. Við sjáum við báðum félögum að við erum ekki að gera nóg vel þar. Og talan sé nánast á því sama hún var þegar við byrjum 2019, þá sjáum við í öðrum skólum meiri lækkun heldur en það að hafa haldið hér í Evrópuráðinu eða í Fellaskóla er ákveðin árangur þegar við erum að sjá hlutur að vera niður. Við höfum sett á þær 59 verkefni sem telja ekki inn í frístundakortið. Það eru verkefni sem ekki eru sjálfbær, sem ekki eru farin að koma inn í félagið. Þannig að ég geti tekið hérna klukkutíma kynningu fyrir þetta. Þetta er það sem við erum búin að vera að boða núna undanfarið sem við erum að skoða bæði í 2019 til 2023 en líka ákveðna hluti sem hafa gerast í bara á síðasta ári. Þannig að ég vil bara að það sé líka því sem haldið til laga. Þannig að það er ýmislegt sem það er að gera og ég tel að samvinna sé númer 1, 2 og 3 þarna gildir þar. Ég get alveg bætt í þetta, Jói, að það eru fleiri sem er umhugað velferð barna í Breiðholti og frístundir í Breiðholti og í rauninni þessi auka viðbóta tómstundastyrkur og sjóðurinn er runnið undir rifjum frá mér. Ég fann áttaði mig til að reyna að koma til móts við þennan hóp sem ég vissi, mér var svo blóðugt að sjá þessa 18-20 milljónir renna út úr hverfinu á hverju ári í formi vannýtt frístundakort og þess vegna fór þetta verkefni frístundir í Breiðholti í gang og sjóðurinn var stofnaður einmitt þess að reyna að taka utan umfram kostnað hjá þeim fjölskyldum sem að hafa minni á milli handana þess að brúa þetta bil því þetta er takkaskór og ferðalög og fiðla og þetta er alls konar tómstundir sem eru ekki bara endilega íþróttaþengdar. Þannig að þetta er alveg viðvarandi verkefni bæði frá og niður frá
og ég veit að þetta tilraunaverkefni sem náttúrulega orðið fast núna hefur borið ávinning og það ekkert endilega í einhverja íþróttir, heldur líka bara í þátttöku, í samfélaginu, í einhverju sem að þér líður vel með að gera. Þannig að þér sem einstaklingur upplifir það að þú tilheyrir og eigir eitthvað svona farveg fyrir það sem að þig langar til að skoða og halda áfram. Og það auðvitað þessi 50 þættir sem að þú varst að tala sem að sjást ekki. Þannig að það þarf einhvern veginn að draga það kannski fram í dagskjörsi. Með kynningu. Já, það er við höfum alveg verið að gera það. Já. Það sem að kannski vantar upp á og við höfum að sjá það að sjálfbærni skiptir máli. Það er að segja að við erum við sem dæmi settum borðins og bakinn á staða þegarblöðni. Það er ekki fyrir að fórum að setja foreldratíma á laugardögum í viðbót að það fór að bera árangur að við erum svona komum með vísi að stjórn. Þannig að það getur verið bara sjálfbært inn í hjá leiknum. Vegna þess að leiknir ekki að halda utan það til dæmis. Það fótbolti 1, 2, 3 og við verðum að horfa í það líka, við verðum að styðja við og þannig að það allir sig á því hvað það þurfa að gera til þess að þetta mengi verið sterkt. Þetta er líka spurningin að þú varst að tala kynja því ég veit að það áhugaspönn kynja bara ólík og til dæmis strákar sækja meir í bolta og meðan að stelpur, það er kannski minni rannsóknir sem sína hvað eða hvernig þau vilja ráðstafa sínu en það þannig að stelpur í öðrum íþróttum en strákar. Það fara síður í fótbolta og ef þú ert með hverfi sem bara með bolta en ekki aðra hluti sem stelpur vilja, þá náttúrulega hallar á kyn eins og gerir í Breiðholti. Þannig að þær vilja vera í fimleikum, þær vilja vera í sundi, þær vilja vera í listsköpun, þær vilja vera í dansi, og þetta þarf líka að horfast. Það þarf líka átt að segja að þetta ekki bara spurning framboðið hjá þessum tilteknum félögum, þetta líka hvað með kynin, hvernig þau hugsa, hvað finnst þeim skemmtilegt. Svo ertu líka með baklandið og það önnur vít. Brynja lokaði Efra-Breiðholti í síðustu 1,5 ári sem algjör mistök. Það til dæmis eitthvað sem við hefum getað komið veg fyrir að fækkum í dansi. Það er rosalega margar stelpur sem vilja og ógeðslega flotta sýningar sem við erum að taka fram hérna fyrir að sýna. Hún með það niður í IR núna og bara þvílík aðsókn. Þetta er ógeðslega flott hjá henni. Það byrja aftur í Efra-Breiðholti og mikil aðsókn. Já, þannig að hún með komið núna aftur og báðast. Hún það í Austurbergi? Já, í Austurbergi. En það bara svona smá hluti sem skipta máli, sem tellir til. Skipta öllu máli. En þess að segja það sem vilja stelpur að það vilja vera í handbolta, fótbolta, körfu, þær eru þá alltaf komin inn í hverfi. Þær voru að fara í Breiðablik, þær voru að fara í Vík, þær voru að fara í Háka. Við erum að sjá mikla aukningu í bolta aðsókn, sérstaklega körfubolta hjá stelpur. Bara rosalega aðsókn og það unnið til dæmis að miklu leyti með því að vera með kvenkynsþjálfara. Þar sjáum við stóra áherslu á bæði eftirspurningu. Svo náttúrulega líka því að Ólympíuleikarnir, við vorum náttúrulega með karl og konu í sundi og það hefur líka áhrif, umfjöllunin og hefur jákvæð áhrif og því ég stunda sundlaugina alltaf mikið, þá sé ég alveg ótrúlega marga drengi í yngstu hópunum sem ég sá ekki síðasta vetur, af því að ég held að sundið líka dragi að, umfjöllum íþróttir eins og var í sumar, maður bara með íþróttapakka sem var bara rúllandi allt sumar, þannig að þetta hefur áhrif á þessa krakka. Þannig að það svona, maður grípa gæsinu, en það ánægilegt að heyra þessa fjölgun hjá Ægi, Svo lokum kannski að það einn risi hérna sem er sofandi sem að það í staðartur, það frjálsar íþróttir í Haugur. Það gríðarlega fáir með hvernig það var. Nú kom ný stjórn og Þráin til dæmis komin inn í það. Þannig að ég hef væntingar og við hittum á fundi þar sem þau eru komið verkefni sem þetta gera, setja í gang vinafjölskyldur og meira til þess að fjölga. Það held ég að hendi mörgum endurlöpuna. Já, sem sækja ekki hópíþrótti líka, þetta er svona öðruvísi. Þetta er sofandi rissi.
Geggjuð aðstaða. Hann að vakna. Og geggjuð aðstaða kommentar líka. En það var bara ánægilegt að við sammælist það að kalla eftir umsögn og fá forsendurnar á borðið. Ég er spennt að vita meira. Já, þannig að eru allir sammála því? Já. Já, gott. Já, ég ætla að bóka upp á tillögurnar. Það sem ég bara segja að ég fallist á að það verið vísað þessar umsögn. En þá við trösti þess að verði ekki frekari tafur á afgreiðslu málsins því að fjárhagsáætlunarvinnan er langt komin og bara með því að ef svona mál tefjast þá verður bara endan út, þá bara hægt að setja þetta málir í umsögn. Það er ekki hægt að fer ekki inn á fjárhagsáætlun. Þannig að ég hefði svo gæmna að vilja bara gögnin hefði verið sendt okkur þannig að við vorum að kynna okkur gögnin og getum ekki afstöðu núna en nætt lagi, það er alveg auðvitað en ég vona að það sé bara ekki verið að tefja þetta en ég samt ekki til trösti þess að þetta tefjast ekki. Ég vona bara að við fáum svör. Já, þið fáum svör, ég er ykkur við fljótur að svara Það er flott. Það er bara næsta, það er og opna fyrir umsóknir í Hverfissjóði. Þannig að þeir sem að vilja halda jólagleði og Halloween partí og fá jólasveina í skólaskemmtun, halda námskeið, halda fyrirlestra. Jólasöngur og það er hægt að sækja þarna inn. Já. Þannig að ég ætla bara, við þurfum bara, þannig að það er bara að hvetja inn í það 15. október, þannig að það er bara 2 vikur til stefnu. Við höfum lagt upp með það að reyna bara að pota í virkt fólk að halda áfram sín og gera flott verkefni. Þannig náum við bestum árangri. Raunveruleikinn er ekki sá að fólk með góðar hugmyndir bíði eftir að byrja að auglýsa sjóði. Það er alltaf minnað á. Þannig að það er svolítið bara í rauninni pota í grasrótina þannig að þú tekur skólasamfélagið og hún tekur íbúðina og það þurfum við bara einhvern veginn að þetta er alltaf ferhaldi, er þetta ekki eitthvað líka auglýsing heimir? Þetta er auglýst. Já, ég sé Þeir eru mikið leikendur í Ég deili auglýsingun alltaf inn á íbúðasamtökin en það er rosalega mikið þetta one-on-one conversation sem að skilja mestu bara ég segi bara þið hafið áður gert svona og svona, myndið þið vilja skoða það þannig að það er mikilvægt í þessu. Þannig að við leggjum þetta fram þannig að nú förum við bara að vinna í að hringja og græja og gera og lokum er þess að bréf finna frá mannréttinda- og leiðréttingarskrifstofu. Þetta er í rauninni breytingar á úthlutunarreglum úr sjóðnum. Það er í rauninni feitletra þarna. Það er í rauninni verið breytingarnar sem tengja styrkþegi ber ábyrgð á að veita Reykjavíkurborg réttar upplýsingar kennitölu og bankareikning í styrkþegi eins og hægt sé að greiða styrkinn. Hafi samningur úthlutun ekki verið undirritaður innan 14 daga frá því hann barst styrkþega áskilur Reykjavíkurborg sér rétt til að fella styrkinn niður. Þannig að í rauninni það verið aðeins að breyta samskiptunum. Það eru fleiri breytingar. Nei, þetta er eina breytingin. Nei, ný 15. grunn. Já. Það voru að hafa þetta stærra, ég sé styrkþegar sem ekki hafa framkvæmt verkefni innan þeirra tímamarka sem ákveðin voru við styrkúthlutun geta lagt nýja tímaáætlun fyrir íbúðaráðið til samþykktar. Aðeins verkefni sem stendur til að framkoma í samræmi við styrkúthlutun vera lögð fyrir íbúðaráðin á grundvelli þessara greinar. Vá, frábært. Þetta er gott. Af því að stundum hafa verkefni fara á milli hluta því að eitthvað hefur komið veg fyrir að áætlun hafi gengið að gera þetta í þessu hóli en þá er þetta að færa yfir í næsta. Gera þetta jóla í staðan fyrir Halloween eða eitthvað. Já. Þá legg ég þetta fram. Þá er það bara að loka þetta málefni hverfisins. Er það með einhver málefni sem það liggur hérna? Það er búið að ganga bara ótrúlega vel, ekki bara mikið að póstum og skilabóðum síðan síðasta fundi. Það er bara... Ég var með fyrirspurn sem ég sett með starfsmann. Já, þú vilt leggja fram fyrirspurn. Já. Alveg breytt. Já. Það er flott. Það er að gera að nýta þennan stað til að spyrja og Svo er þetta líka þannig að þú mátt setja mál á dagskrá. Þannig að ef þig langar eins og til dæmis þessi kynning á þessari rannsókn
fyrir þeim nóttu eftir því að þetta er sett á dagskrá. Þá getur þú sett í eftir á dagskrá í samtali við þitt bakland. Þú eru bara að leita til ykkar og ef það er eitthvað sem er óljóst að eitthvað þá bara spyrðu. Við hjálpum stöld að. Já. Það er þú meira? Ótrúlega góða miklu. Já, Kjartan, komdu með. Já, ég hefði íbúða sem villi hrósa Hverfisstaðanum fyrir tillögu safnstæði rafhlaupahjóla. Já. Hún kom inn í skipulagsráðið síðustu viku og var vísað áfram inn í kerfið og hann hafði bara haft ávanning af því og vissi greinlega hann sennilega lesfundargreið þakka að vissi að það hefði byrjað hér. Já. Og hann var þetta ekki bara eitthvað sameiginleg tillaga eða hvað? Jú, það var í rauninni, það kom beiðni frá fulltrúa íbúasamtaka að taka í rauninni hjólreiða bara í Breiðholti. Já. Og við unnum þessar tillögur í sambandi. Kjölfar þess? Já, í rauninni kjölfar þess. Og við fengum á fundinn, hann heitir Erlendur sem er mjög ötull, hann er í stjórn landssambandi hjólreiðamanna. Hann kom inn og ég bauð honum á fundinn. Já, sem er svona síðu... Já, hann er bara mjög duglegur að benda á ábendingar. Hún fannst mér fyndið hann að því hann býr í Kópavogi, hann hjólar þetta framhjá þannig að hann er með svona sterka svona tengingu í rauninni þverjunni gegnum kerfið. Þannig að þessar tillögur voru báðar svona unnar í allavega þessi sem tengdist forgangsröðin á stofntíðum vetrarþjónustunni. En hin tillagan er líka bara svona samtal og þegar maður sjálfur ég stundum með öldrunaglerunum að því ég fór maður öldungarást þannig að svona aðgengi á göngustígum þegar það er blandaðir stígar þegar að tækin liggja eins og hráðið út allt bara stór hættulegt. Sérstaklega svona þegar það fer að skilja á þannig að það er nú gott að einhver taki eftir því að við séum að gera góða hluti Kjartan. Ekki oft sem okkur barst svona. Nei, hann bara hann gengur mikið hverju hætti Já. Og hann sagði að það færi bara mjög tjóðan á sér og hann sagði bara það verður að gera eitthvað í þessu áður en bara við íbúarnir grípum til eigin ráða. Og það sagði það bara fyrir sér, ég hef séð mann henda hjólið bara út í skurðskóp. Það sagði vantilega eitthvað þannig sem hann á við en hann var bara mjög ánægður með þessi samstæði. Já, það verður bara áhugavert hvernig þau ná að þróa þetta áfram, því þetta eru ekki flókið. Þú bara litar 1, 2, 3 bílastæði og græn eða blá eða eitthvað og segir hér eru hjól og hjólabogar og safnhjól. Þannig að fólk fari, það er líka held ég að þú ert með ávinning eða einhvern svona fjárhagslegur ávinningur á því að þú fáir einhvern afslátt eða leggur hjólinn í stæðið. En skilur það ekki einhvers staðar úti? Já, Hoppers hefur boðið upp á það, ég þekki ekki á öðrum leigum. Þeir hafa boðið upp á afslátt af fargjaldinu ef þú skilar því inn í svona hópstæði. Afsakið formaður, hafið þið fengið, hefur Hopp komið hérna inn í þetta ráð? Já, við fengum Hopp. Þetta er líka partur, við fengum það, hvenær var það? Það er langt síðan, meira á síðan. Já, þetta er hugmynd að þessum safnstæðum búin að gerast lengi. Já, en þú veist, það er náttúrulega bara, það eru auðvitað ólíkar skoðanir, en þetta er bara frábær leið að byrja einhvers staðar að prófa og svo sjáum við bara hvað virkar ekki og prófum það áfram. Þannig að það er svona kannski einhver vonandi eitthvað svona fjárhagslegur ávinningur sem hægt er að útfæra fyrir hvern notanda, en það er náttúrulega bara hættulegt þegar líka bara þegar skilja núna að þú veist þessi hjól bara liggi kannski þvert og þú ert að hjóla eða ganga og fólki mikið ganga frá áskóm á milli. Það sem er með, þú veist, göngugreitir og svona, þetta er bara... Já, sama og inni í líka. Já, og því ég líka séð svona rafskútur, þú veist, svona þegar fólk situr á rafskútur og þú getur ekki farið fram í þetta. Það er nú gott, Kjartan minn, að fá smá klang. Já, hvað var ánægilegt. Já, þetta er bara, hann er mjög ánægileg. Svo ef ég heilt þetta ekki bara frá honum, hann var alveg að setja einhver breiðut, en svo fengið þetta víða áður borginni, en ég hugsa eins og þetta er svo margt sniðugt við þessi fyrirtæki Hopp á þetta. Það vísa ekki slysinn, það er rosalega að sjá slysaskýrslurnar af fólkinu sem er að detta af þessum hjólum, því að þetta er ekki, ef maður fer beint á lúðurinn, þá er náttúrulega stór skadast maður náttúrulega, maður dettur af þessu,
En annað, fyrir utan slysin eiginlega flest skip svona sniðugt við þetta, sko, rafmagnið og markaðsendingin hafa mig mjög góð og svona. Ég sagði nú bara við mann hjá Strætó daginn, sko, ég stundum ekki alveg nú ánægður með Strætó, það mætti vera meira bylting sem fremstu röð. Og ég sagði bara við þá, sko, bara nú að vera samgöngubylting, sko, í sjálfakandi Strætó og móbílum og allt þetta og ég sagði bara ef þið standið ykkur vel, þá náðu þið að vera að hluta þessu þróun, Strætó. Ef ekki, þá kemur bara svona fyrirtæki eins og Hopp og byrja bara að gera þetta sjálfur, sko, við hliðina á okkur og geta það bara einhvern veginn Strætó og það milli. Já, ég meina, þetta byrjaði í útlöndum, sko, í Finnlandi og Svíþjóð og Kaliforníu, Strætó var sko sjálfakandi. Þannig að þetta virðist vera framtíðin. Já, það er líka bara mikil umferð hér, þú veist, og upp í Evrópu og út í IR, þú veist, maður hefur séð. Það eru álagspunktar. Það er ákveðin svona hitasvæði eins og við köllum þeim þannig í tillögunni, svona hot zone, sko, þannig að þetta er bara ánægilegt. Við skulum bara vona að þetta bara komist hérna. Hlökkum til að sjá það verða raunveruleika. Já, það var ánægilegt. Það var gaman. Já, það er ekki komist, já, þetta eru nokkrir staðir sem eru svona. Já, það er svona heitir, þú veist, þessi staðir eru, þessi fyrirtæki eru með svona hitakort og þú getur bara séð opna strafa í símanniðinum og það sérðu alveg hvaða leiðir fólk er að hlaupa og hjóla. Þannig að það er alveg hitakort til en þessi fyrirtæki hljóta náttúrulega að sjá hvar hitin er á milli. Já, Hopp er með sitt eigið kort, sko, það sem eru hérna, það kynntu það fyrir okkur á fundi fyrir ári síðan, bæði hvar flestar ferðir hefjast, enda og einnig eins og þú nefnir með slysin, þú veist hvar flest slys eru og annað, þannig að þau eru með góða greiningar. Ok, getur maður að segja það á netinu eða er þetta bara... Já, maður þarf að óska eftir byggðina, sko. Já, það er gaman að segja. Þetta er bara svona lifandi kort, sko, þetta er alveg áhugavert að sjá hvernig fólk fer náttúrulega upp í Sundlaug og upp í IR og hér náttúrulega og svo hvert fólk fer. En þess vegna er mikilvægt að vetra þjónustan sig líka. Hopp hefur ekki verið hérna á veturna. Ég held að sko þeir minnkuðu þjónustuna en drógu hann ekki alveg tilbaka. Aðrir aðilar á markaði, því að það eru sannarlega fleiri fyrirtæki á markaði, þeir hafa ekki þjónusta Breiðholt yfir vetrartímann og nýir aðilar á markaði hafa almennt ekki tekið Breiðholt inn af því að fólk heldur að við séum ekkert að fara á hlaupahjóli þannig í bæ en við látum náttúrulega ekkert stoppa okkur. Breiðholt er alla leið, sko. Er fólk að fara alla leið alveg í bæ á þessu? Já. Sumir allavega, einhverjir allavega. Já. Það er alltaf bara ferðin þetta kostar, þú veist, borgar auðvitað hlutfall af vegalengdinni sem maður fær. En svo er það þessi en að ég notið svolítið skoður og þannig að síðasta vikur voru þið bara nagladekkjum. Já. Það er bara rosa. Þeir drógu eitthvað úr þjónustunni. Jú, þeir minnkuðu aðeins, sko, en þeir lokuðu ekki til svæðið eins og stóð til á tímabili að það yrði ekki þjónusta hér af því að þú veist þeir gæti ekki syndinni en það var haldið úti. Já, kannski eitt í samtíð, sko, maður mætti líka spá ég að það er hraðaksturinn, sko. Ég lagði þann til við borgarstjórn fyrir 5 árum að aðgerðir til að stemma stigu við hraðakstri. Því það er líka kvartað sem ég fengi að bara fólk er að segja bara allt er lægi að mæta þessum hopphjólum og bott og öllu þessu, sko. Það er bara 25 km hraðatakmarkar í það. En svo er maður bara að mæta rafhjólafólki, sko, á 2-földum eða 3-földum, sko, þeim hraða. Þetta hefur verið birt á netinu, sko, einhverjum sem hafa ekki við hliðinaðum og þeir hafa farið upp í afturrúmlega 80, sko, og svo bara við hliðina á bílunum. Og svo er þetta á stígunum og maður sér bara ég er svolítið á stígun sjálfur og ég er bara með minn fræga hjólahjálm og svo er maður að mæta mönnum sem eru bara með svona mótorhjólahjálma sem eru allavega með höggun og allt, sko, og svo ser maður þeir í leðurklæðnaði með olnbogabætur og nábætur, sko. Þannig ég hugsa að svo koma þær á móti manni, ég veit ekki hvað, 70 eitthvað, sko. Ég sko, ef ég lendi á 13 ára þá er ég dauður, en maðurinn sem er að aga á þessum hraða, hann mun bara standa á fætt og dust þessi ríki, sko. Það er bara, og foreldrar hafa sagt til mig, ég veit ekki hvort það er Breiðholti, en foreldrar hafa sagt til mig í Fossvogi að þeir eru hægt að banna börnunum sínum að fara á þessa hjólastíga, að þetta sé orðin að hraðbraut bara fyrir framkvæmdamenn. Það sem eru svona aðalvegir, hjólavegir. Og við erum svona að skoða sem Tilhöfðunni var bara vel tekið í bókarskúttu eins og vísa til umhverfis og skipulagsráðs og það var ræðið þetta, en þetta var einmitt bara gott að heyra, sko, hvernig ástandið er hér í hverfinu. Sko, nú hjóla ég nú dálítið mikið og ég hef aldrei séð fólk á rafhjóli fara fram á mér.
Það mjög sjaldgæft, því ég á rafhjóli og maður fer bara á rafhjólinu á hjóli. En ég hef hins vegar lent oftar en einu sinni, oftar en tvisvar, oftar en þrisvar. Þegar að rafhlaupahjól sem búið að breyta dýtur fram hjá mér, einu sinni var það öfugu megin við mig. Ég fór ekki einu sinni rétt megin umfyrir megin og líka mæta. En ég alveg tekið undir með það þegar maður bara, maður tekið bara djúpan andardrátt þegar maður vill ekki vera fyrir, Þannig að það alveg, mér finnst þetta að vera löggjafans, ef ég að vera heiðarleg, mér finnst í rauninni löggjafinn ætti að stemma stigu þessu og að löggjafinn ætti að heimila lögreglunni að kaupa bara hraða myndavélar á hjólastíga og vinna það þannig, skilur. Þannig að því að hjólin eru náttúrulega, menn að fara á milli sveitarfélaga marka og þannig að þetta er rauninni bara, mér finnst þetta að vera lögreglumál frekar en eldur en svona, en það ekki gott að heyra að foreldrar í Fossvogi Þeir eru það með þarna aðalveg í hjólaákvörðunni bara alveg upp fyrir sig, við erum náttúrulega ekki alveg í þeirri stöðu, en þetta er auðvitað framtíðarþróun. En ég sá færslu þarna, ég held að það verið samgönguhjólreiðahópinn svona mælitæki þar sem að bara raunir hraðamæli, þá var löggan bara hraðamæla hjól. Já, erlendis, já. Þú ert bara að beita félögum þínum í þinginu, þú ert nú með ráðherra dómsmála viðurlið, getum bara hringt í hana og græða þetta. Tekur þetta áfram fyrir okkur. Svo ykkur, og allan eins og ég skildi lögin á, lögum var breytt í júní, en eins og ég skildi það var engin breyting á því að maður má fara hraðar en 25 km hraða fyrir eiginafli af venjulegri hjóli, en hjól sem knúið með rafmagni eða einhverjum öðrum orkugjöfum má ekki fara hraðar en 25 km og ég kom með það í borgin og þetta er ekki merkt hérna, en í Garðabæ er þetta merkt, því í Garðabæ eru nokkuð stígar og þar eru 25 km skilti. Hámarkshraðamerkingar á hjólreiðastígum sem á þá við vélknúin ökutæki og þannig að það er kannski, þetta lögreglan segir þetta oft þetta við borgina, hún á að sekta í göttunni, það sé nett í göttunni, hámarkshraðin sem er náttúrulega misjafn eftir borginni en þetta er alvarlegt mál því að svo var bannast í sinna fyrir nokkrum árum, 21 eða 2 á Sæbraut, stikkum þar og ég kom í sömar eftir, ég las skýrsluna hana sem umferðar eða hérna rannsóknarnefnd samgönguslýsa gaf út það þá kom í ljós að setja 2 hjól rakust saman, annað hjólið var stórt rafhjól sem hafði bara hreinlega ekki heimild til þess að vera ekið eftir stígum borgarinnar, var að vera ólulegt á stígnum bara sem slík, það var stærra hjólið og hann slasaðist mikið svo sem var því, svo var það minna hjólið og þar hafði hraðatakmarkarinn sem innsiglið verið aftengt og hann lést. Þannig að rauninni, og það var talað að þeir gátu ekki sanna en þeir töldu að báðum hjólum hefur ekki á miklum hraða Þannig að rauninni þarna var bannaslys og bæði hjól voru strangt tekið ólögleg, hvort með sínum hætti. Það rosalega. Ég las ekki þessu skýrslu, þetta var ræðilegt slys. Já. En allavega, þetta nú allavega, góð umræða. Stjórnstemming. Já, og bara allir á hjólinn, það er gott að hjóla. Fórst þú á foreldrafundinn sem var í Seljaskóla, sem með fræðsluerindi í gær? Nei. Ég ætlaði að taka það fyrir hérna en ég náði ekki að fara á fundinn. Já. Ég kann taka næst. Já, ég vissi ekki á hann minn sinni, þannig að ég... Já, foreldrafundur. Ég man ekki fyrir svona. Þetta var bara eitthvað mjög áhugavert sem ég var búin að setja í dagatalið hjá mér. Var það Facebook-event eða svona? Nei, ég held nefnilega Var þetta bara fyrir foreldra? Síðan orðið verið þetta eftir á að hyggja að þetta var sett út fyrir foreldra barnæstur og svona. Og ég held þetta væri fyrir allt brjált á vegum foreldrafélagana. Ársæll Arnarsson prófessor að fara gegnum hvað felst í uppeldi og annað, hvernig við setjum börnum okkar mörk og virðum þeirra. Nei, greinilega ekki. Ég held að þetta hefði verið fyrir alla, þannig að það er mín misskilningur. Listin að vera leiðilegt foreldri, heitir Föðurglug foreldrafélagi bara. Já, ég held mín misskilningur þar. Herru, ljómandi, er það ekki bara, stýttu ekki bara fyndi og...
Það? Viltu fara loftinu á kláru fundingar eða? Jú, við getum alveg Bara bara fara á loftinu. Ég var nú búin að Eru farið lótturinn? Nei, ekki Ég var nú að spá hvort við formað. ættum ekki að bóka hérna, þakka henni fyrir hérna kynninguna. Jú, Þetta er samælega bókur. Þetta er sameiginlega bókunni sem bara íbúar á Breiðholts þakka fyrir áhugaverða kynningu á áhrifum skjánotkun ungra barna á hugræna þroska. Og finnst ráðinu áhugavert að sjá marktæk tengsl séu við vitsmunaþroska og málþroska þannig að aukið áhrif bakgrunnsjónvarp sýnir lægri vitsmunaþroska, sýnir tengsl, tengsl við lægri vitsmunaþroska og verri málþroska. Vil ég bæta ykkur við það? Áhugaverða og vel flutta. Áhugaverða og vel... Er hún ekki nýður skrifum? Jú, hún var bara að gera rugginn og var að byrja vinna ekki. Áhugaverða og vel flutta kynningu. Þá ég það ekki bara hendis á þig heimir hérna? Jú, endilega. Ég var að reyna að skrifa þetta hérna. Má ég fá hlutnast bara, sérst hver aðdragandinn var að því að fá þessa kynningu? Áttu að einhver aukin umræða eða var eitthvað sem að vildum? Hún Eða var vildi það bara svona fyrir sviðið á? Já, vildi bara vilja opna á þetta. Já, Ágústa vildi bara opna á þetta og tengja þetta við fyrirspurn sem að hún hún leggur fram, sem að var frá Ágústu líka. Hún bara náði ekki að hafa þetta, við náðum ekki að hafa þetta á fundinum síðast. Já. Það var bara svona, þú veist, svo gekk ég að fá kynningar en svo vill maður alltaf gera eitthvað með þær. Já. Þú veist, bara, hver er tilgangurinn? Já. Ég skilji. Algjörlega. Já, það er svona, Það er framhaldið. Miðstöðin vill niður þessu til okkar. Nei, miðstöðin hafði ekkert með þetta að gera. Hún bara hafði greinilega frétt af þessu. Ég er búin að senda þér? Ágústa hafði greinilega frétt af þessari kynningu eða af þessari rannsókn heldur. Ákvarðandi fulltrúi foreldrafélagi. Já, sem var mættið síðan sem Ásta er að koma inn núna í staðinn fyrir. Þannig að hún er raunin, þannig að við kannski bara, ef við ekki bara bíða eftir svarinu við fyrirspurninni og svo getum við unnið þá með það ef svo bara undir, ef svarið er þess eðlis. Að þetta vinna og tengja þetta við þetta. En þetta er náttúrulega bara með ungbörn, sko. Hún er tengdist, fyrirspurnin tengdist grunnskólanum. Í rauninni umgengni við spjaldtölvur. En að skólarnir eru núna að nota þessu vinnutæki í grunnskólanum. Já, það er í rauninni bara, þú veist, reglur að það þurfa að hraða heima og það þurfa að taka heim og hver ákveður það. Er ekki hægt að hlæða í skólanum, þú veist, sumir eru að taka þetta heim, aðrir skólar eru ekki með þetta hleypa þeim heim fyrir í 8. bekk. Þannig að það er mismunandi greinilega umgjörð eftir skólum, hvernig umgengni við tækið er, hvað þú ert að hlaða og það sé opið, þú veist, og ef þú ert að sendur heim með tækið þá getur þú bara að opna það og fara á netið. Það er búið að loka andstæðar á það. Þannig að það var svona vangaveltur með þetta frá henni, held ég. Það er þetta fundargerðin? Já. Ásta Birna. Erum við komin á loftinu? Við erum ekki komin á loftinu, ekki fyrir... Ásta Birna Björnsdóttir. Við heitum Ásta Björnsdóttir. Já, ABB. Þessar ástur eru ekki hjálpað. Nei, ég byggðist bara forláts. Ég átti að heita Sara. Já. Það eru vel líka flókið. Já. Bara Sara Jóhanna. Er þetta ekki svona? Ásta Björnsdóttir, Ásta Birna Björnsdóttir. Jú, þetta er rétt. Við erum bara hrósaðar fyrir hvað þetta er vel unnið henni. Já. Ok, ég held ég að glúra það. Nei. Er þú Björg? Ég er Björg, já. Já, hún er sérst fyrir Valda sem að komst ekki. Já. Já, kemur til hann. Ok. Það er svo fyrirspurning. Já. Yes. Er ekki eitthvað að vinna tölunar eða? Þetta er alltaf. Já, ok. Það tengist umgengni um krókbækur. Ok. Frábært, flott. Ekki sáttir. Yes. Já. Jú, ég sendi Satt hann í síðast. Það er 36.
Það varst eitthvað ósáttur síðast? Nei, mér finnst bara mjög gott hvernig bara... Það er bara flott að geta tekið á sig. Hvernig við leiktum þetta í örleikunni og bæði áhengtunum og eftir hann, sko. En svo hugsaði, sko, tímabili fannst mér svona, ég verið á suðurpunkti, svo ég var að hugsa þetta og segja að það er ekki, sko, suðurmiðstöð, þetta er suðurmiðstöð. En það tókst það aftur að því, sko. Þannig, ég er mjög samt útkomuna. Já, við bara býðum eftir þessari umsögn og sjá hvað ég segir. Já. Nei, það er bara flott. Og ráða getur alveg sagt, sko, álit sitt af málunum þó að það sé aðri sem ákveðir, sko, fjárveitingar endanlega. Já. Það er alveg spurning, sko. Það er spurning. En ég ætla að það var eitthvað sem ég ætlaði að spyrja, ég ætla að mér að þetta út.